Framundan heimsmeistaramót íslenska hestsins í herning og hér ég með landsliðsfólk sem tók þátt í Norðurlandamótinu. Komið þið sæl og blessuð. Já, það kannski má minnast þess og geta að Ásbjörn Ólafsson var að styrkja LH. Kom með 4 ára samning upp á 4 milljónir, þannig að það stórglæslegt. Og þess vegna þú með Prins Polo. Ég fekk 1 Prins Polo, já. Hérna, kannski byrjum bara á Norðurlandamótinu. Nú þið búin að prófa svæðið. Hvernig svæðið? Svæðið fínt. Það gott svæði, opið og mikið pláss. Kannski leiðilegt að hita upp en þarna vellinur held ég að verði fínir. Þeir voru nýlagðir í fyrra. Þannig við vonum bara að þeir hafi veðrast vel í vetur. Og Páll Bragi Hólmarsson, landslýs einvaldur, hvernig stóð hann sig úti með á Norðurlandamótinu? Maður ekki segja bara að hann hafi staðið sér vel. Varst ánægð með hann? Já. Þið voruð öll á lánshestum eða ekki úti? Ekki reynir. Ég tók með mér hesta heimann. Tón frá Melkoti. Já. Og varst þú ánægð með svæðið? Já, þetta var umgjörð? Mjög gott svæðið og vellindi voru góðir og þetta, já, ég var bránað með þetta. Ég held að þetta verði mjög flott þarna hjá þeim í sumar. Það er metnaður í þeim. Það er metnaður í þeim. Eru þið öll að fara í úrtöku núna? Já, allavega ég. Og með hvað hest ætlar að fara? Það er bara allt opið. Það eru nokkrir sem ég er svona að hugsa og það kemur bara ljós. Þú ætlar inn? Já. Er markmiðið í hestamennskunni, er það að komast í landslið? Svona meðal annars, er það ekki? Já, og þú ert að keppa í ungmennaflokk. Já. Og heldur því áfram núna? Næstu 2 árin. Já, þannig að það er séns. Það er séns. Reynir, hvað ætlar þú að koma með? Ég er nú nýhættur í ungmennaflokk en ég er í fullorðins og er hérna með hest sem heitir Greifi frá Holtsmúla. Já, hver er það aftur? Sem ég ætla að reyna að fara með. Já. Það er Brúnn. Brúnnklár. Stóðistur. Já. Ætlar með hann í úrtöku? Já. Ég er reynda bara með 1 hest, sko. Já, þú hefur ekkert úr að velja. Nei, hann verður að duga bara. Já. Þetta skipti. Hvað ætlar þú að mæta með í úrtöku? Hörðu Hrímni frá Ósi. Er hann í toppstandi núna? Já, það var bara býsna góður í morgun. Já, það var bara í morgun? Já, síðan fór síðast á hann, sko. Já. Hvað, veistu hvað búin að fara oft á hann þessu ári? Nei. En það er ansi oft? Já. Er mikil þjálfun sem liggur á baki svona hesti sem er að fara í úrtöku? Já, það er hellingsþjálfun eins og þeim hesti. Ég er búin að vera með hann í mörg ár. Það er ekki hann út úr hann. Aftur og bak og áfram? Já, hann kann að fara aftur og bak og áfram. Kann svona hestur orðið allar æfingar? Allar sem ég kann. Já, allar sem þú kann? Já, það eru ekkert margar svona. Hann kann báðar æfingarnar. Já. Sérst að fara aftur og bak og áfram. En er það ekki markmið? Erum við ekki að stefna fram? Jú, er það ekki? Já, mjög lítið aftur. Fram og upp. Fram og upp? Já. Þannig að þið eru klári í slaginn? Við erum klári í slaginn, algjörlega. Ef svo skildi verða að þið komist ekki í liðið, ætlið að mæta? Já, ég held það. Er það ekki svolítið stemming að vera á pöllunum líka? Jú, og það er svona gaman að vera í Danmörku. Maður náttúrulega lærði dönsku í grunnskólanum. Já, geturðu tjáðið eitthvað á dönsku? Já. Det kan jeg godt. Det kan ég gott. Ef þú kannt ég skal hafa feðul, þá ertu góður sko. Já. Ég myndi greiða það. Já, og svo það, ég skal hafa klippi gott. Þá ertu komin í lestina sko, getur komast á milli sko. Er þú eitthvað góður í dönskunni? Já, ég bjó hann nokkur árin. Svona ég get rettað mér með feðul og klippikortið. Já, þú veit nokkuð góður í því. Já, ég get rettað mér á því. Danskan þín, hvernig er hún? Rækti góð. Já, þarna kom bara framburður, það kom kartöflan og allur. Reymur og allur. Herru, gangi ykkur vel. Hlakka til að sjá hvað breyting. Hvernig er þú í dönsku? Nei. Jeg skal have en feðul. Góður. Það er ekki að sína þeim dósuna það? Mér fær eiga dósuna og ég er Prins Polo. Nei, þú var ekki, þú var töng. Ungmenni, ég fá ekki neitt.